Pálína, það gekk ekki í kvöld. Hvað heldur hafa verið svona það sem að klikkaði hjá okkur hér? Ég held við höfum bara mætt ofjöldum okkar. Snæfell eru með bara frábært lið, bara frábær liðsheild. Flotta þjálfara, spiluðu bara virkilega agaðan bolta og mér finnst bara það er bara virkilega til skilju og ég óska bara það. En nú, þeir eru að tapa sóknarframkvæmsta baráttu alveg svakalega í þessum leik. Já. Samkvæmt tölfræðina sem ég sá allavega. Já. Það má vera kannski að þið saknið Maju aðeins meira heldur en kannski maður hefði haldið. Já, ég meina auðvitað söknu hennar, ég meina hún náttúrulega er okkar center og hún var mikið áfall, náttúrulega svona gleði fréttir að en auðvitað það munar hana, en ég held að Snæfellingarna hafi kannski bara verið aðeins grimmar endur við vorum í svæði og kannski óöfnar, það er ofta erfitt að stíga út og svona, ég veist bara Snæfellingarna flottir og bara virkilega verðskuldað sigur þeim. Nú ég að fá að vera svolítið dólgur, ef má svo komast, að 5 minútur eftir tapi hjá ykkur, þú voru bara að afsaka mig, fáðu til að rýna aðeins í kannski úrslitaseríuna milli Keflavík og Snæfells fyrir mig, bara örsnögt. Herre, þarna eru bara 2 mjög flott lið að mætast og þær eru með bara, já, ég held að það verði bara hörku rimma og ég ætla að fá að taka gömlu góðu klísuna, ég held að heimavöllurinn eftir að skipta gríðarlega miklu máli. Er erfitt að fara í Hólminn? Það er erfitt að fara í Hólminn, mér finnst það, en aftur á móti, mér finnst líka alveg gott að spila þar, en ég held að verða allt í járnum, en ég veit eiginlega ekki hvernig ég á að segja þetta, það er gamla liðið mitt og það ber ákveðna tilfinningar til þeirra, þannig að ég er ekki að spá þeim bara 3-2. Eitt að lokum kannski, þú talar gömul lið, verður nýtt lið fyrir Pálínu Gunnlaugsdóttur á næsta tímabili? Ég er bara ekki komið svo langt. Ekki komið svo langt? Nei, ég er ekki svona viss að, ég veit ekki hvernig samningurinn hljóðast, hvort ég eigi 1 ár eftir í Keflavík, það verður bara að skoða það.